Hvernig var andrúmsloftið eftir leikinn svona, mann líður þess að hafið tapað? Já, algjörlega. Þetta var svona akkurat opposite Portugal-leikinn sem að við unnum þar 1-1 og töpum í dag 1-1. En mér fannst samt svo Ungverjarnir eiga stigið skilið. Þeir voru betri en við í dag og við áttum okkur alveg á því. En það var svolítið svekkjandi að vera búin að verja svona lengi og fá á sig svona kæruleysismark í rauninni. En það er bara áfram gakk. Við eigum mikilvægan leik á miðvikudag og núna fer bara tíminn í það að borða nú anskotið mikið af golfvöllum og bara hlaða batterín af því að þetta er ennþá í okkur höndum. Við áttum okkur á því en við þurfum að vinna þann leik. Heldurðu að verði erfitt að rífa svona hausinn upp eftir svona svekkjandi úrslit? Nei, ég held að sé eins og við tölum við þurftum að koma okkur niður á jörðina eftir Portugal-leikinn og ég held að við þurfum að bara rífa okkur í gang eftir þennan leik og við erum með það mikla reynslu í hópnum að ég held að það verður ekkert mál. Það er bara hvernig líkaminn dílar við þetta. En ég held að við séum bara í ágætis standi og við þurfum að gera betur sóknarlega séð á móti Austurríki. Við getum ekki varist í 90 mínútum á þeim. Ég fann allavega snertingu á hnéð en ég fór kannski mér fannst það en hvað segir þið? Ég sá þetta ekki endursendingu. Ég fekk allavega högg á hnéð. En standið á sjálfum, út af þetta 65, þetta ert búinn að vera mjög tæpur. Hvernig ertu núna? Já, þú veist, heiðarlega svarið? Já, heiðarlega svarið, já. Ég náttúrulega, eins og þið allir vitið og þá var ég ekki að æfa nógu mikinn fótbolta fyrir mót og þá kannski reynir á öðruvísi vöðva þegar allt í einu maður kominn í 100% leik og þá stífnar maður upp og það er bara eins og gengur að gerist í fótboltanum en ég er allur að koma til, þetta var bara stífleiki og mér fannst ég vera farin að vera svolítið farþegi í lokin og var svona að blása svolítið mikið þannig að ég held að það þurfti að fá ferskleika inn á miðjuna en já, ég verð klár fyrir miðvikudag, það er alveg klárt.